Sportsmetrics fasi 2, veggjahopp, fyrsta hopp. Í þessu hoppi þá eigum við að gera það fyrir framan vegg, þannig að við séum hoppa beint upp en ekki aðeins áfram alltaf. Ég nota þetta hopp líka til þess að kenna fólki að nota teygjukraftinn í hásinni. Og það segja, þá tölum við að gorma vöklum. Það lítur svona út. Öfugt við það sem sumir að gera, sem að beygja hnén og láta tærnar vísa niður. Þannig að þegar við erum loftinu að vísa tærnar niður. Við viljum hafa öklan fyrir kreftan og nota hásinn eins og teygju til að gorma okkur upp. Þannig að þetta er veggjahopp fyrsta hoppið. Númer 2, brjóstkashopp. Öfugt við fasa 1, þá viljum við vera aðeins styttri tíma niður í jörðinni. Þó ekki eins stutt og við getum. Við viljum kannski miða við 1 sekúndu, en viljum hafa tæknina í góðu lagi. Þriðja hoppið, þrefalt lárétt hopp. Þá hoppum við þrisvar fram á við, ég sýni svona stutt og útgáfa hér. Þá hoppum við þrisvar fram á við og endur síðan að við hoppa upp, lenda og stíga út af því. Þannig að við erum ekki að hoppa eins langt og við getum, kannski milli 1,5 meter. Þannig að við séum aðeins að gefa í hoppið og það er sama, við erum ekki að lenda og halda stöðunni, heldur fara nokkuð fljótlega í næsta hopp en gera það með góðri tækni. Næst er hnébeygjuhopp. Það er mjög einfalt. Förum bara niður í hnébeygju, hoppum upp, alveg svo í brjóstkashoppinu. Miðum við 1 sekúndu í lendingatíma, aðeins styttra kannski, en þetta er ekki eins hratt og við getum og heldur ekki halda stöðunni niður. Og þetta er að segja öll hoppin í þessum fasa. Við erum að færa okkur aðeins upp frá því að halda þessum löngu lendingastöðum. 4. og 5. hoppið er hindrunhopp. Það var að nota hindrun, helst að vera með einhverja 20, ég held að ég verði með 20-25 cm hindrun, en það má nota bolta eða prik eða hvað sem er. Fyrst hoppum við fram og tilbaka. Og næsta hopp er þá á hlið. Og svo framvegis. Næsta hopp eftir þetta er skæruhopp. Það er svona. Alveg sama. Reynum að ná góðri lendingastöðu. Pössum hnén. Nú reynir aðeins meira stöðuleikan í þessu plani hjá okkur. Þannig að búkurinn þarf að vera nokkuð virkur og við viljum að hnén séu stöðug. Næsta hoppið er hopp á einum fæti á staðnum. Þá gerum við það svoleiðis. Stöndum á einum fæti, hoppum upp, lendum, upp, lendum. Þannig kollakonni. Lokahoppið er kistuhopp. Þá hoppum við fram og höldum stöðunni í 5 sekúndur. Halda réttri lendingastöðu, 5 sekúndur. Áður en við stígum upp. Þetta var Sportsmetrics fasi 2.